Fyrsti fyrirlesturinn hjá okkur í dag heitir Spilar þú Agile-leikinn og það Logi Helgusson, tölvunarfræðingur, sem ætlar að flytja það. Hann vísar til þess að upphaf hans ferils sé í forritun fyrir Sinclair Spectrum tölvur og ég verð að játa það ég nógu gamall til að hafa gert það sama sjálfur. Síðan lá leiðin í tölvunarfræði í Háskóla Íslands og eftir það hefur áhuginn verið frá forritun og verið að færast síðan yfir í áhuga á Agile aðferðafræði. Það er það sem hann ætlar að tala hérna í dag. En hann í dag hjá Hugsmiðjunni og við bjóðum hann hjartanlega velkominn. Gjörðu svo vel. Hver tilbúin að veðja að við föllum á tíma? Herri, komið sælblessuð, ég ætla að fjalla fyrirlesturinn Spilar þú Agile-leikinn. Það er kannski ágætt að byrja að spyrja hvort allir hérna inni þekki Agile. Allir tilbúin að rétta upp hönd sem að þekki Agile. Eru til í að, já, ok. Megnið af okkur. Sjáum hvernig það verður. Herri, hann er búið að kynna mig aðeins. Ef þið þurfa að vita meira um mig, þá getur þið bara googlað mig, Logi Helgu. Ég er fæddur og uppalinn á Seyðisfirði. Alltaf haft áhuga á tölvum og áhuginn á tölvum kviknaði eiginlega þegar ég held ég að fengi þessa leikjatölvu því ég var pínu lítill sem kom út svona stuttu eftir að ég fæddist og ég fékk hana nokkrum árum seinna og ég þekkir einhver þessa tölvu. Bara frábært. Ég fæ svo mikla minningar þegar ég horfa á þetta. Ég man hvernig ít á takkana, hvernig svissa þessu. Þetta var svo opnaði mér þetta, bara lítið vera á borð og eitthvað. En við byggðum að þessu og byggjum ágætis leikjatölvur í heiminum í dag. Og ég fór að ég var að passa mig að standa kjörvíst, mikrofóninni hér. Og ég fór að forrita síðan í, eins og sagt, Ari kynntaðan í Sinclair Spectrum á sínum tíma, sem var mjög ánægilegt. En þessi mynd setti ég sérstaklega frekar í Sinclairna því að hún heitir Bína Tón og mér finnst alltaf skemmtilegt að kona mín í dag heitir Bína. Og þegar ég var búinn að ákveða að ég ætla að fara í ætla að leggja tölvurnar fyrir mig og vinna í þeim, að þá var ég eiginlega jafnframt búinn að setja með það markmið að eignast 5 börn. Og ég fór ekki alla leið með það, 4 voru alveg nóg. En ég hef oft sagt það svona í grínu og alvöru að ég hef notað Scrum til þess að búa til fjölskylduna að eignast börnin. Og ástæðan að þið sem að þekkið Scrum að það er ákveðið tímabox sem er unnið í ákveðnum sprettum, þannig að við sprettuðum hverja einustu barneign. Þannig að þetta voru 2 ára sprettir og það voru með þess að vinnuheiti á börnunum. Það var skeggrót, rasshár og viðbót. Ástæðan fyrir því var bara hreinlega að konuna dreymdi þetta einhvern tímann. Og svo var viðbót 2 sem að bættist svona óvænt við. Þannig ég segi oft í gríni að þetta hefði verið skræmmað og það voru reglulega á 2 ára millibili frá 2004 til 2010 sem voru gefin út börn. En það sem ég ætla að fjalla í dag er Agile-leikurinn og frá umbótum til árangurs í gegnum leikjafræði. Vonandi þegar við erum búin með fyrirlestur í dag þá er þetta næstum því allt það sama fyrir ykkur og þið gerir ekkert mikið greinarmun á því hvort við erum að tala umbætur eða árangur eða Agile eða leikjafræði. Svo við byrjum á Agile sem mörg ykkar þekkja. Þetta er aðferðafræði. Já, hvað er Agile? Réttum aftur upp, þekki einhverjir Agile. Ok, góður hitt af okkur. Þekkið þið 4 valjún hjá Agile. Individuals, ok. Haldið áfram að halda upp höndin ef þið þekkið þau. Örfáir, ok. Þekkið þið prinsipin í Agile. 12 prinsipin. Ok. Getið þið farið utan að með prinsipin? Nei. Næstu því? Ekki utan. Nei. Það sem Agile í grunni, þetta eru bara svona ákveðin boðorð. Við getum hugsað, ef við líkjum við kristna trú, þá eru þetta boðorðin 10, þetta eru boðorðin 12 sem við getum leitað til ef við vitum hvert við ætlum að fara. Ég ætla ekkert sérstaklega að fara yfir Agile, þau þekkja væntanlega flest og getið leitað á netinu og fundið fleiri upplýsingar það. Bara til að sýna dæmi það að fyrsta prinsipið sem sagt að það mikilvægasta sem við gerum er að skila virðisaukandi hugbúnaði til viðskiptavina okkar. Og það er rosalega gott að
sleppa hugbúnaði, þá getum við hugsað þetta fyrir hvað sem er. Þannig að við getum alveg hugsað agile leikinn sem við kalla hann fyrir annað heldur en bara hugbúnaðargerð, þó hún sé ætluð til þess. Smá bara til að ef einhver vill kynna sér nánar og læra þetta myndrænt, þá rakst ég fyrir nokkrum árum að þessa. Hún með teiknar myndir af öllu sem hún lærir og fer á fyrirlestra. Mjög skemmtilegt linkur og það glæran. Bara smá plagg. Næsta sem ég verð að minnast á er Scrum. Agile væri væntanlega ekki jafn þekkt í dag nema af því að við höfum Scrum. Og það sem að Scrum er bara útfærsla á Agile til þess að búa til hugbúnað. Með ákveðnum reglum þar sem við ætlum að hafa ákveðin hlutverk og við ætlum að hafa ákveðna fundi sem við festum niður og við erum með það sem við kalla artefakt, sem ég kalla oft amboð eða þessi músa hos Mikka, það er mikið hort á barnatímanum á mínu heimili, sem eru ákveðinu svona fastir hlutir eins og burn down chart. Ég ætla ekki að fara nánar sérstaklega í það, ef þið þurfum að vita meira þá talið við mig, talið við aðra að læra þetta. Og það sem er mikilvægt í Scrum er að þetta er eitthvað sem er fast innan ákveðins tímaramma. Þannig að það er bara ákveðin tími sem við köllum spretti sem er unnið eftir. Aðeins til þess að plugga Scrum þá rakst ég fyrir nokkrum árum á mynd sem að Sam Solutions, enn og aftur linkur í glærunum. Það sem er mjög gott við þessa mynd er að hún sýnir fólkið og að mínu mati, ef þið þekkið Kanban líka, er mikill kostur við Scrum að það er meiri fókus á fólkið, þó að Kanban þykist fókus á fólkið líka. Og þessi mynd, ég hafði uppi á teiknarann á myndinni og hún gaf mér góðfúslegt leyfi til að segja myndina. Þannig við ætluðum alltaf íslenskana á vinnustæði sem ég var á, þannig ef ykkur vantar þá vitið að ég hef mér aðgangaði. Annað plugg líka fyrir Scrum, ef þið þekkið Henrik Knieberg, skrifaði mjög skemmtilega bók Scrum fyrir mörgum árum, að hann gaf út Scrum checklista og svo kom með aðra útgáfu á honum. Það sést nú ekki allur listinn, þið getið googlað, það er linkur á hana líka. Og það er mjög gott að hann er með bottom line, það eru bara 3 atriði sem skipta máli. Þið getið tjekkað við þessi 3 atriði þegar þið eruð að vinna í ykkar vinnu. Að þið eruð að skifla, það er að segja hugbúnaði þá í þessu tilfelli sem er búið að prófa og hann virkar á ákveðnum tímabili. Og við erum að skila því sem að fólkið vill fá og við erum að bæta okkur. Þá skiptir hitt ekki máli hvort þið séu með allar hinar reglurnar eða allt hitt virki. Það er mjög gott að taka sér svona á aðeins hærra level og horfa á þetta er allt sem ég þarf. Frá umbótum er alveg á tíma. Þá sjáum við strax í Agile er hugsað fyrir því að við séum með umbótum eða starfsemi, við ætlum að hittast á ákveðnu tímabili, á reglulegu tímabili og við ætlum að fara yfir hvað við getum bætt. Þetta er bara eitthvað sem þið setja í boðorðin sín bara svona ætlum við að vinna vinnuna okkar. Við ætlum ekki að festast einhvers staðar í sama farinu og hjakka í því til eilíðanóns. Og Scrum hefur þetta innbyggt í retrospective sem er hlutur af reviewinu. Ef það er eitthvað eitt sem þið skuli taka frá þessum fyrirlestri bara ef þið hefði ekki kynnt ykkur retrospective, farið þá kynnið ykkur retrospective. Þið getið googlað Agile retrospective, það er til bækurnar þetta, það er til heimasíðurnar. Þarna er virkilega tíminn til þess að hreinlega leika sér og fá frábærar hugmyndir og komast að hvað við getum gert betur. Þannig að bara, ef þið munið ekkert með reynið þá munar retro. Og breytingar. Umbætur eru náttúrulega bara breytingar. Við ætlum að bæta okkur, þá verðum við að geta breytt. Það verða allir að vera tilbúnir að breyta, það verða allir yfirmenn og það verða allir starfsmenn, það verða allir að vera að samtaka því að breyta. Það hreinlega að ganga í, að fara í það prósess að taka Agile upp er ákveðin breyting og bylting. Og ef það eru bara yfirmenn sem segja þið eigið að taka upp Agile, þá er mjög hægt við að undirmenn segja bara nei, þú veist það er verið að segja okkur að gera þetta. Þetta er alveg það saman eins og við segjum við börnum okkar, þú átt að taka til í herberginu, þú átt að mæta í skólann. En leið og fólkið sjálft hefur áhugan á að gera það, þá heldur við síðan mjög aðeins betri málum. En aftur, starfsmenn sjálfur geta ekki sagt við ætlum að taka upp Agile ef yfirmennir eru ekki til í það. Þannig að þetta er sameiginlegt verkefni allra. Árangur. Í Agile manifestónu, í prinsipónum í Agile erum við tækið á þessu að það sem eina sem skipti ákveða, það sem skipti mestu máli er framgangurinn okkar í hugbúnaðinum. Það einu mælikvarðinn okkar sem við ættum að horfa á og skiptir mestu máli
er að við séum með hugbúnað sem að notandinn getur notað. Og það að mæla er náttúrulega árangur. Það er mjög erfitt að ná árangri ef þú veist ekki hvaða árangur þú ætlar að ná. Ég vissi það að ég ætlaði í tölvunarfræðina og það var markmiðið mitt. Það var mjög einfalt að mæla það annaðhvort ég er búinn með tölvunarfræði ekki. Ég ætlaði að eignast 5 börn, það er mjög auðvelt að mæla það að ég á 4 börn. Það verður kannski 80% af því. En ég segi líka oft í gríni að kona mín á 5 börn, hún þarf að ala mig upp líka. Og mælingar eru svo góðar til leiti að þegar við mælum eitthvað þá getum við farið að sjá ok, við erum að mæla eitthvað og við erum að mæla það rétt eða við erum að mæla það rangt, þá getum við aðlagað okkur að og stílt mælingunum út frá því. Og í vinnuumhverfi þá er til ég ætla ekki að fara að tala um eitthvað sem skiptir ekki máli hérna. Afsakið. Scrum gerir þetta mjög vel með því að hafa burn down chart, þar sem við segjum við ætlum að vinna í einhverjum ákveðnum tímaramma og við ætlum að taka inn eitthvað ákveðið magn af vinnu og við ætlum að klára það á þessum tímaramma. En það er ekki þar með sagt að við klárum tímaramman og sjáum svo hvað stöndum við. Heldur á hverjum einasta degi er stoppað, erum við að halda áfram á réttri braut. Og ef við ímyndum okkur að við höfum ákveðið að fylgja appelsínugulllínunni, strax á degi 2 þá sjáum við erum ekki búin að brenna eins miklu af ætliðum. Hvað er að? Þá getum við strax tæklað það og bara, já ok, við vorum stoppuð á einhverju. Við getum lært á hverjum einasta degi eða á hverju einstu stundu sem við tökum mælinguna. Og ég hugsa til þess að ég var í hlaupahóp á einu stað sem ég var að vinna, eða á svona oft farið út að hlaupa og fyrir mér var nóg að vita hvenær ég fór og hvenær ég kom tilbaka og hvað við fórum langt. Þá gæti ég svona sett inn hvað ég hljóp. Á meðan þeir gátu verið með úr og séð hraðan sinn og komnur út í það að mæla skrefa fjölda á mínútu. Sem ég fannst svolítið merkilegt, því að þá vildu þeir taka fleiri skref á hverju mínútu, því að þeir voru bara komin miklu lengra í hlaupapælingum heldur en ég. Þá voru þeir að mæla miklu ítarlegri hluti. Leikjafræði. Gamification hefur oft verið kallað leikjafræði á Íslandi og fyrir nokkrum árum var mjög skemmtileg umræða það sem að tala um að gera leiðilega hluti skemmtilega. Og sem að á mjög oft við. Leikjafræði er bara eitthvað sem við nýtum okkur hluta úr leikjum og oft á annarkvort tölvuleikjum er mjög vinsælt í dag þar sem við erum að verða netvæddari til þess að breyta raunveruleikanum, okkar eigin heimi. Og hvort sem það er bara til þess að vekja áhugann eða hreinlega til þess að ná fram breytingum, þá er þetta bara atriði sem við viljum gera til þess að bæta heiminn eða breyta honum. Mér finnst einfalt að útskýra þetta svona að þegar krakkarnir hafa tekið til inn í hjá sér, eldri stelpa mín, að þá hefur hún tekið til, ég skrifaði blogg um þetta sem var Clean Your Room Kids Kanban-stæl. Þetta var ekkert endilega við Kanban að gera, fyrir utan það að það var mjög einfalt borð sett upp þar sem voru 2 dálkar. Og annars vegar var sett allir hlutinni sem voru ekki búið að taka til og hins vegar það sem var á réttum stað. Og miðarnir, þetta voru svona einfaldir bara post-it miðar og þar var kannski skrifað bánsar og teiknuð mynd af böngsum. Skrifað bækur og mynd af bókum, kubbar, blýantar og alls konar svona. Þetta gerði maður sett upp á veggina henni og henni. Og svo fær hún svona andlit, þetta hefur ekki verið gert oft en þetta hefur gert. Fær svona andlit, setur á miðan og þegar hann er búinn að taka til, þá tekur hún miðan og færir hann og getur farið á næsta. Og ástæðan fyrir þessu er bara að fyrir henni er herbergið í svo miklu drasli að hún veit ekki eins og hvað á að byrja. Þetta er bara risastórt verkefni, þannig að hún sér ekki fyrir sér öll skrefin sem hún þarf að taka. En með þessu er þetta ekkert mál. Og litla systirinnar hefur komið að hjálpa henni, hún fær sinn miða líka og þau geta sett á að vera að keppast að klára og ég er kannski komin í þetta líka og við erum komin í að sameinast verkefni að taka til allt þetta. Svo er þetta allt bara klárað og þá er kannski verðlaun eða ekki. Það er bara, herbergið er hreint. Allir kátir og krakkin er hæst ánægður með að gera þetta og ég líka. Þó að það taki mig miklu lengri tíma að útbúa kannski miðana og gera eitthvað svona. Þannig að það sem hún lærir af þessu er bara, þetta var yfirstíganlegt verkefni af því að það er ekkert gaman að taka til hjá sér. En það er alveg gaman að horfa á einhverja miða að færast á vegg. Og þeir sem það ekki Scrum, þá er það kannski nákvæmlega sami hluturinn. Það er ekkert alltaf skemmtilegast að búa til þarna hugbúnað en það er mjög skemmtilegt að taka hann og búta niður og klára hann.
Já, höldum áfram. Ég verði eiginlega að minnast á tölvuleikja því ég tók nú líka tölvu screenshot þannig á fyrstu slæðinni. Þekkir einhver Where in the World is Carmen Sandiego? Já. Þekkir einhver 4,25 tómu floppy disk? Já. Þetta er hérna skemmtileg kynslóðabil þar sem við erum náttúrulega hlutið af ákveðnum kynslóðum sem að færast. 1940 til 60 var hérna baby boomers, 60 til 80 Generation X sem á væntanlega einhverju voru í sem að rétta upp höndina. Ég tel mig vera Generation X. Þetta er svona ofta á róli hvar þessi mörk eru. 80 til 2000 koma Millennials eða Generation Y, Y. Og svo koma hérna, svo er kynslóðin sem núna, börnin mín, er það kynslóð Generation Y eða Generation G eða Generation Y, hvaða kynslóð verður það og hver verður það? Og það er ótrúlega gaman að horfa að maður hugsa þetta. Þetta eru svolítið svona leikjaspilar, við eigum ákveðið sameiginlegt á þessum kynslóðabilum. Baby boomers voru í raun fyrir tölvuvæðinguna, svo kemur Generation X, við upplifum það að tölvurnar eru að koma inn og Generation Y, hún elst upp með netinu og svo koma börnin mín sem eru netið er sjálfsagðar hlutir á þeim og þau kunna það og vita miklu meira en við og lenda og það sem við höfum mestar áhyggjur af sérstaklega sem foreldrar er hætturnar sem eru það líka því að þetta er ákveðin nýr heimur sem við þekkjum ekki. En ég rakst á fyrirlestur sem það var ekki linkur hérna neðst, ég held að sé linkur, það verður linkur á slætunum sem bara smellir á myndina fyrir nokkrum árum þar sem einhver var að tala hérna leikjafræði og myndist sérstaklega á þennan tölvuleik af því þetta hefði verið að hans og jafnvel sem að ég gæti trúið að vera rétt eini tölvuleikurinn þar sem að börn, fullorðnir og kennarar voru sammála það að leikur væri skemmtilegur og góður og bara frábær. Veit einhver hvað þetta er? Fyrir þá sem ekki vita, þá er þetta Creeper í Minecraft. Þekkir einhver Minecraft? Minecraft er hérna tölvuleikur. Það er eiginlega bara svona sandbox Lego tölvuleikur. Þú mætir í svona kubbaheim og veist ekkert hvað þú gera fyrst og limur einhver tré og þá færðu kubb sem er timbur og svo ferðu bara að byggja og ef þú ert að spila leikinn þá þegar komið nótt þá koma skrímsli og drepa þig. Þannig þú ert að byggja þér hús og þannig byrjaði þetta í Svíþjóð fyrir 5 árum eða eitthvað svoleiðis. Ég þekki nú ekki söguna vel. Þetta held ég að sé jafnvel ennþá merkilegri hlutur heldur en Where in the World is Carmen Sandiego. Spila einhverjir þennan leik með börnunum sínum. Ef að börnin eitthvað spila þennan leik þá mæli ég eindregið með að þið kíkið á hvað þeir eru að gera og spili með þeim. Ég settist niður bara síðustu helgi með sem sagt 10 ára guttunum, 8 ára stelpunni og 8 ára stráknum, og 6 ára stelpunni. Þá vorum við 4, við eigum nokkra gamla tölvur og þær ráða við að keyra þetta. Svo setjumst við bara saman, hann er svo mikill nörd, eldri strákurinn, hann gerir ekkert að spila hann leik, bara allan daginn út og inni sem engin tölvutíma hann fær. Og þar sem hann á tölvu pappa, þá fær hann kannski aðeins svo mikinn tíma og þá við reynum alltaf að trappa hann reglulega niður. Og hann startar server fyrir okkur og setur okkur upp og búinn að ná í einhverja þrautaborð og svo erum við bara mætt. Við erum bara að fara í ævintýri núna, eða nú erum við að fara hérna berjast við skrímsli, eða nú erum við að lesa þrautir saman, eða nú erum við að hlaupa satt og alls konar ævintýri sem og leiki sem eru farin í gegn og þetta er bara, þessi heimur er ótrúlegur. Þannig að endilega, sérstaklega böndin ykkur í þessu bara skoðuðu í Minecraft. Þetta er bara, og ég verð að segja ykkur, í fyrsta skipti sem einhver sagði frá þessu, það var einhver sem minnst á þetta hérna, tekka á þessum, þetta var örugglega alfa-útgáfa, þegar var þeir að pröfa þetta hérna, tekka á þessum leik og ég fór 4 klukkutímum seinna var ég búinn að byggja mér hús upp á einhverju fjalli og deyja nokkrum sinnum og hugsaði bara hvað er ég að gera hérna? Og það sem er kannski svolítið skemmtilegt ef við farið og kynni ykkur hérna leikjafræði er að yfirleitt eru allir leikir þannig að þú ert með eitthvað takmark. En leikur, það er sem sagt play og game er ekki það sama. Game eða leikur er eitthvað það sem þú hefur eitthvað takmark og spilar eftir reglum á meðan að play er eitthvað sem að þú tekur sjálfviljugur þátt í og gerir og ert bara í raun að leika þér. Og það sem að þessi leikur hefur fram yfir marga leiki er að þetta er bara leikur. Þess að þú ert bara að leika þér. Þú ert ekkert að fara þarna inn til þess að klára leikinn, heldur ertu bara að vera þarna og leika þér. Þeir sem vilja kynna sér gamification meira þá er kúrs í gangi á Coursera núna sem byrjaði fyrir 2 vikum. Ég tók hann fyrir 2 árum og hann er mjög skemmtilegur. Þið getið signað ykkur upp fyrir seinna, þannig ég mæli eindregið með því að tjekka á því. Og Minecraft,
eða vilja leika ykkur. Svo ég tali fleiri atriði leikjafræði sem að, ég hef tekið upp að mér. Ég til dæmis í íþróttum í hverju viku þar sem ég spila bandi eða floorball, svipað eins og íshokkí nema ekki neinum brynjum og það bara kúla. Og þar höfum við ákveðið kerfi sem þú fær stig fyrir að mæta og það búið að skipta þig lið fyrirfram og þú fær stig fyrir hvern leik, 4 leikir í hvern tíma, 10 bestu tímandir fyrir önnina og svo bara keppni. Svo rífast við þetta fram og tilbaka. Þetta skilar engu, en það skilar því bara bættir mætingu. Þegar ég var að hlaupa með strákunum sem ég var að vinna með, þá var oft þannig að ef ég vorum 2 í því, við settum alltaf fyrir hverja 2 km sem þú hlaupur, þá áttu bjór. Bara til að eiga inn í bjór og hvetja okkur áfram í hlaupunum, ekki það. En munið líka alltaf allir mælikvarðar og svona getur verið tvíegja, Ég ætla ekki að fara að hlaupa 10 km og fara svo skellið með 5 bjórum eitthvað bara. Þegar ég var í starfsmannafélagi á einu stað, þá settum við upp svona kerfi þar sem var þú fær stig fyrir hvern atburð sem þú mætir á og einhverju svona ákveðna innan atburðarins getur þú fengið auka stig og ef þú gerir eitthvað af þér sem okkur finnst sniðugt, þá færðu auka stig og stjórnin bara mat þetta og svo verðlaun í lokin. Og hérna sjáum við mynd af pókerklúbbi sem við í. Við hittum 15 félagar einu sinni í mánuði og spilum fyrir svona kannski 3.000 kall eða eitthvað. Þetta aðalega bara hittast og spila. Og þar ákveðin keppni í gangi þar sem að þú náttúrulega getur unnið pott kvöldsins og ákveðin hluti af pottinum fer í lokapott móta raðar sem eru 3 kvöld í röð og svo allt árið sem eru 10 kvöld þar sem við líka kepptum hver meistari ársins og svo eru svona hliðarkeppnir og allt þetta ótrúlega skemmtilegt og gerir þetta einhvern veginn mennir hafa miklu meiri áhuga á þáttökunni bara þegar búið að bæta við einhverjum sem í rauninni skiptir engu máli. En til gamans þetta bara frábært. Aðeins meira bara segja frá einhverju heima á mér. Eldri strákurinn, það versta sem hann vissi var að þurfa að skrifa þegar hann var búinn að lesa heima. Hann þurfti að lesa heima og hún har bara sagt þú verður að lesa heima, þú fær ekkert option það. Og hann þurfti síðan að skrifa einhver orð þegar hann var búinn að lesa á hverjum degi. Þannig að sem var bara kvöl og pína, bara fyrir heimilið hreinlega. Alveg þangað til að við ákvæðum einn daginn bara, við skulum finna einhverja fyndna setningu og búa til 3-4 ára setningu sem við getum sett saman. Hann sem betur fyrir hættur að skrifa í dag, en eftir þetta var þetta ekkert mál og eldri stelpan núna blóm hlæja upp í rúmi. Þetta bara orð sem raðað saman. Bara það að breyta því að þú þarft að skrifa 4 orð yfir því að við skulum finna skemmtilega setningu og búa til sem þú þarft síðan að skrifa. Það bara snýr öllu við. Þetta svínvirkar. Maður reynir eftir mesta megni að vera nú ekki með refsingar en maður verður að minnast það því oft í leikjum líka refsingar, þú fær mínustig eða eitthvað. Og þið sem hefur börn kannist náttúrulega þetta þegar börnin koma heim, taskan á vaginum, svo fara inn og maður kemst ekki inn fyrir úlpum og skóm. Og við skrifum þetta på töfluna og það var svona píla líka og á svona kassa og svo var tekið eitthvað andlit ef þurfti, planið var að setja í kassan. Það var einu sinni gert, eldri stelpan kom heim og henni var spurt hvort hún ætlaði ekki að hengja upp úlpuna sem var á gólfinu, hún sagði nei. Þannig að ég þreif klósettið með höndunum hennar. Hún var auðvitað ekki sjálf viljuð í því. Eftir það hefur enginn sett úlpuna sína á gólfið. Og þetta, ég veit ekki hvort það er hálft eða heilt ár síðan. Við erum ennþá svona, horfum í kringum okkur bara. Þið alveg að taka mark á þessu. Nei, ég skal reynda viðurkenna, yngri stelpan, hún kom heim strax og bara úlpan á gólfið. Og sagði bara, Dagný mín, ég skal alveg leyfa þér að þrífa klósettið og hengi bara upp úlpuna. Þá fannst henni það ekki refsing að þrífa klósettið, en fannst það bara spennandi viðfangsefni. Þannig að bara, þetta svínvirkar bara. Svo við snúum okkur aftur að Agile og Scrum, þá akkurat, ég var búinn að taka þetta í líka, ég var slítinn tíma eftir. Við snúum okkur aftur á því að þá ef við skoðum Scrum sem þegar við erum að vinna í hugbúnagerð, þá það yfirfullt af leikjum. Þetta allt bara eitt stór leikur, við erum að vinna í ákveðnum ramma, leikurinn tímasettur, hvort við náum að klára, það skiptir ekki öllu máli, við erum bara að vinna í ákveðnum tíma og ákveðnum reglum og ætlum að bæta okkur. Og planning poker eitt gott dæmi leik sem ekki beint inn í Scrum en mikið tekið þar inn, meira tengt við Agile. Planning poker bara spjöld þar sem þú ert að ákveða sögurnar þínar, það niðurbrotið þitt á verkefnið þínu, hvað sem það og ert að gefa einhverja stærðar einingar á það. Og ég held að það hafi ekkert skylt með póker að gera fyrir utan það að þið sýnið spjöldin ykkar. Ég held að það er eina tengingi sem ég fengi, og þetta spil.
og það að fara á planning pókerfund vissulega miklu skemmtilegra heldur en að fara á áætlunarfund fyrir verkefni eða eitthvað. Við fengum spurningu, ég í Agile netinu líka, agileneti.is sem eru félagasamtök Agile fyrirtækja á Íslandi. Þar fengum við fyrirspurn frá RB fyrir nokkrum mánuðum, hvort það væri til svona spjöld einhvers staðar, hvar maður fengi svona spil, segi. Og þá þetta eitthvað sem að færa einhvern veginn bara á ráðstöfnu, þannig að við útbyggum svona spil. Þannig ef ykkur vantar, þá ég með örfá að stokka með mér og annars getið þið bara fundið mig og haft samband. Í stokknum verið fyrir 3 og ég mæli eindregið með þessu, þetta rosalega gott til þess að bara deila þekkingu. Planning póker mjög umdeildur, en bara því þið viljið bara fá umræðinu í gang og allir séu á sama stað með hlutina, þá þetta frábært. Ef ykkur vantar, þá hafið þið samband. Svo horfum aðeins allt sem ég búinn að fara yfir, þá snýst þetta náttúrulega rosalega mikið lærdóm. Og ef við hugsum okkur bara lærdóm á það fyrir þetta tekið úr martial arts einhvers staðar í Japan held ég, sem kallað Shuhari og hefur svona aðeins verið tengt inn í hugbúnaðargerð af nokkrum snillingum, að þá talaður svona ákveðin stig sem það ert í lærdómi. Og fyrsta stigið sem við erum á sem kallað Shu-stigið, þar sem þú ert bara að fylgja og endurtaka. Ef þið viljið læra hvernig ég bý til pítsu, ég mikið áhuga á því, tjekkið það með netinu eða lítið, að þá sjáðu bara hver uppskriftin og ég ætla bara að fylgja uppskriftinni nákvæmlega og gera bara eins og hann. Svo þegar ég er komin í næsta skref sem kallað H-stigið, þá ég, ég veit hver uppskriftin og ég get farið að pröfa eitthvað nýtt. Ég ætla að gera þetta aðeins öðruvísi og ég ætla að læra af því. Ef mér mistekst, þá veit ég að það ekki gott, þannig að ég getur pröfað eitthvað annað, eða það kannski gott og ég fann að fara að experimenta og gera eitthvað annað. Á endanum, þá erum við komin á rístíði sem bara, skilningur okkar fullkominn. Við getum sest niður og gert eitthvað án þess að hugsa hvernig við ætlum að gera, hvað við ætlum að gera. Þetta bara okkur orðið eðlislegt. Og vissulega geta sumir eru bara hreinlega fæddir með skilning á sumum stigum á einhverjum vettvangi. Þannig að það sem ég vil sérstaklega taka fram bara hugsum allt sem við gerum svolítið sem leik, spilum, lærum leikinn sem við erum að spila og spilum hann til þess að læra hann ennþá betur og læra hvað við getum gert betur og bætum hann. Og bara gott dæmi sem ég heyrði nýverið var að stórt fyrirtæki í landinu var að fara í stórt hugbúnaðarverkefni og þá sagði einhver af yfirmönnum sem var að stjórna verkefninu, ætlið í alvörinu að nota Scrum á þetta er svo stórt. Þið sem að vitið hvað Scrum vitið það Scrum einmitt fyrir stór verkefni sem erfitt að koma í gegn, en hann hugsaði sér að Scrum væri bara fyrir litlu verkefni sem fólk að leika sér. Þannig að lærum leikinn, spilum leikinn og bætum leikinn. Til að ljúka þessu það sem ég alveg að koma tíman, að því vorum að tala um lærdóm, við erum alltaf að tala um bæta okkur, þá verði ég að minnast á það að þegar 6 ára stelpan kom og var að taka til í herberginu sinu, þá var ástæðan fyrir því að 2 árum áður, þegar hún var 4 ára, þá hafði hún líka lent í þessu vandamáli að herberginu var alltaf drasli, hún gæti ekki gert þetta og ég gerði akkurat þetta og teiknaði miða og setti upp á vegg fyrir hana. Þannig að hún kom 2 árum seinna og spurði, pabbi, geturðu gert svona miða fyrir mig? Til að ég geti tekið til í herberginu. Þannig að hún hafði lært þessa aðferðafræði eða bara þennan leik til þess að gera eitthvað sem henni langaði ekkert endilega að gera skemmtilegt. Þannig að það sem ég vil bara segja, bara hafið þið gaman, snúum þessu upp í leiki og gerum eitthvað gott. Takk fyrir. Slapp tíminn? Slapp mjög. Bara taka hann til fyrirmyndar í tímastjórnum. Ég tók eftir því Laugi, þú talaði bara stelpurnar í þessari tiltekt, hvað með strákana? Já. Voru þeir bara neikvæðir og þýðir ekkert að finna þennan leik fyrir þeim eða? Nei, eldri strákurinn spilar bara töluleiki. Já, ok. En það alltaf hreint í... Nei, það reyndar ekki alltaf hreint í hann. Það búið þetta orðið svolítið taktist heima á okkur. Eldri stelpan komin í herbyggi sem næst innganginum, það svona auka herbyggi þar, þannig að það sést alltaf. Við trúðum því að hún hreinlátust síðan allt í drasli hjá henni. En strákurinn, hann komin innst við hliðina á okkur sem svona lengst í burtu, þannig að sér enginn drasli á honum. Okay. Hann náttúrulega bara, nei, hann svona koma en yfirleitt ekki það mikið drasli, það bara svona fötin sem var í okkur smá, og svo útskýra yngri strákurinn bara óhemja, það bara... Pointið kannski, hvað gerir við fólk sem kannski ekki alveg til í leikinn, Já, það miklu meira challenge. Já. Það náttúrulega alltaf að finna, þá þarf eiginlega að fá þau til að koma með leikinn, það ég gerði það stundum með þann eldri, en hann svolítið svona nörd og hann fyrir alltaf að overdesigna og það endar oft í einhverju
Við þakkum þið kærlega fyrir aftur. Takk svo með þess.